Þór heiti ég og við erum enn stödd hérna í Lækjarkoti við Arninn og erum að rifja upp sögur. Nú ætla ég að segja ævintýri sem að mér finnst mjög sérstætt og öðruvísi en öll önnur ævintýri. Það sýnir okkur hvað tíminn líður hratt þegar okkur líður vel en hægt þegar okkur líður illa. Það var fyrir 1, 2 til 3 öldum í afskekktri sveit á Vestfjörðum var lítið smalatelpa sem hét Una. Smalarnir áttu ekki alltaf gott. Þeir fóru með ærnar í haga, stundum langa leið, inn á einhvern afdal þegar búið var að mjalta á morgnana og þar þurftu þær sífellt að vera að hlaupa kringum ærnar því að sumar voru ráðskjarnar og vildu komast eitthvað í einhverja aðra haga. Þetta gat nú verið gott þegar var gott veður og ærnar spakar, en svo gátu komið kalsaveður, rigning og lítið skjól. Smalarnir orðnir gegndrepa, en það versta var þokan. Bæði þá var hætta á að kindurnar hyrfu út í þokuna, var erfiðara að passa upp á þær, og svo var það sem fylgdi þokunni. Það voru útilegumennirnir sem fylgdu þokujaðrinum svo þeir rétt sæjust ekki, og þegar þeir sáu sér tök á og skutust þeir fram og gripu smalastúlkurnar og fóru með þær inn í útilegumannabygdirnar sem þá var trúað að væri til á Öræfunum. Hún Una litla var í þessu hlutskipti og eitt skipti þegar hún kom með ærnar að stöðlunum þá vantaði eina á og hún fékk bágt fyrir. Daginn eftir fréttist að hún hefði strokið í vindinn og var Una send í bítið morguninn eftir til að ná í þær yfir í næstu sveit. Og hún lagði snemma af stað og á heiðina, en troðningarnir voru mjög óglöggir enda heiðin fáfarin og brátt tapaði hún þeim. Og hún leitaði en fann þá ekki, var hrædd og fór að hlaupa og villtist. Loks bar hana að Klettaborg nokkurri og henni datt í huga að klifra upp á Klettaborgina og vita hvort hún sæi göturnar þaðan. En þegar hún var að fara upp urðina upp að Klettaborginni þá sá hún allt í einu undurfagran og glitrandi stein. Hún var frá sér numin af fegurð steinsins og hún tók hann upp og þá heyrði hún hljóðfæraslátt og fuglasöng og hún stóð í höll með gullbikar í hendi fyrir framan konung og drottningu. Konungurinn sagði við hana: "Vertu velkomin til okkar, Una litla. Þú mátt leika þér í aldingarðinum mínum svolitla stund. Þú verður látin vita þegar stundin er runnin." Una var ekkert feimin, en svo kom piltur, prúðbúinn, og fylgdi henni út í garð sem var unaðslega fallegur. Þar voru fjöllit blóm og fiðrildi og fuglar sem sungu unaðslega svo hún hafði aldrei heyrt annan en söng. Hún las ávexti af trjánum og borðaði og hafði aldrei fengið annan eins mat. Loks gleymdi hún sér alveg en varðveitti þó alltaf steinin. Svo stóð drengurinn allt í einu hjá henni og segir: "Stundin er runnin. Hverðu heim." Hún tók steininn og stakk honum á sig og stóð þó í sömu skriðunni sem að hún hafði fundið steininn í. En henni brá skelfilega því hún var ekki lengur lítil stelpa, heldur gömul kona. Gráar hárflygsurnar héngu niður á axlirnar. Hún var lotin í herðum og krukkótt í andliti og á höndum. Hún staulaðist niður úr skriðunni við illan leik en fann troðningana. Þeir voru mikið gleggri en áður. Og hún staulaðist niður af heiðinni og niður í dalinn sem hún ætlaði varla að þekkja, og hún staulaðist heim á bæinn sinn og hann þekkti hún alls ekki en vissi hann átti að vera þarna. Hún barði á dyrum, dagþrota, og til dyra kom gamall maður sem hún þekkti ekki. Hann segir hranalega við hana: "Hvað vilt þú? Ertu förukona?" En hún svaraði ekki spurningunni, heldur sagði: "Var ekki einhvern tíma hérna lítil telpa sem hét Una?" "Ha, jú. Hún var hérna. Hún týndist í leit að búsmala fyrir 60 árum. Þú hefur þó ekki rekist á beinin hennar í dag á heiðinni. Þau hafa aldrei fundist og mikið verið leitað. Húsbændurnir sem þá voru á þessum bæ eru löngu komnir undir græna torfu." Þá svaraði Una: "Ég er Una, kallinn Raki Rógastans."
glápti á hana og ætlaði að fara að spyrja hana hvað á daga hennar hefði drifið, en Una tók steininn og stakk honum á sig og í staðinn fyrir að fá svar þá heyrði bóndinn hljóðfæraslátt og fuglasöng í fjarska og Una var horfin. Önnur saga er sögð af því þegar að menn voru í göngum inn á Bleismýradal hér innaf. Þá voru þeir komnir að bakaleið, þeir fara alveg fram í botn á Bleismýradal, svo kallaða hólma. Og þeir voru á bakaleið og tjölduðu í réttarhólum við Skarðsdal sem er á Bleismýradal. Menn vöknuðu við hljóð í Jóakim sem var þarna í göngunum og fóru að svipast eftir honum og þá var hann kominn út úr tjaldinu og Dauða var að draga niður á. Þau töldu hún alltaf að drekkja honum og þeir hlupu niður eftir og toguðust á hana og hafðu betur, þegar þeir voru margir. En þessi saga er í þjóðsögum og ég tel nokkuð víst að þessi saga sé sprottin af því að það var eitt haust að það vantaði marga sauði af Bleismýradal sem Eyfirðingar áttu og menn voru búin að fara í þrennar göngur en fundu aldrei sauðina og þeir voru búin að leita af sér allan grun að þeir töldu og töldu annaðhvort hefðu útilegumenn stolið þeim eða hnjóstalningar. En Jóakim sem var skynsamur maður, hann sagði að það kæmi hvoru til greina, að það væri mjög frómt fólk í Hnjóskadal og útilegumenn væri bara ekki til. Þannig að hann reyndi að fá unga menn, hann var orðinn gamall sjálfur þegar þetta var, reyndi að fá unga menn Eyfirska til að fara og leita enn einu sinni. En hann fékk engan nema einn sem hét Jónas og bjó að mig minnir á Leifsstöðum. Það var ungur maður og hraustur en Jóakim var kominn um 50, milli 50 og 60 og þeir gengu hér austur yfir, inn Bleismýradal. Á leiðinni sáu þeir för eftir 2 lömb en þeir héldu áfram suður fyrir Fremri Lambárdal sem gengur vestur úr Bleismýradal og svo í bakaleiðinni þeir að vísu náttuðu sig þarna suður frá og lögðu sig bara á snjóskafl og sofnuðu. En óðara en Jóakim sofnaði, þá fór hann að dreyma reykjadauðu sem var að ásækja hann. Svo hann var lítið úr svefni og vaknaði alltaf við það og leið illa. Svo héldu þeir nú af stað og Jóakim lítið hvíldur og héldu norður Bleismýradal og fóru inn á Lambárdal, Fremri og þar sáu þeir sauðina. Seinna kom í ljós að maðurinn sem smalaði Lambárdalinn, það fór yfirleitt einn maður á Lambárdal sem var frekar sjóndapur og hann sagðist hafa séð hreindýrahóp hlaupa upp úr Lambárdal og upp á fjallið. En það hafa náttúrulega verið sauðirnir. Svo gengu þeir út eftir og fundu lömbin og svo hvíldu þeir sig vel á leiðinni og héldu svo áfram. En þegar þeir voru komin út að Skarðsá þá verður Jóakim þess var að hann hefur gleymt hettunni sinni í síðasta bæli sem þeir hvíldu sig. Og hann taldi að það var allt í lagi en Jónas hljóp suður eftir og fann hettuna og kom með hana tilbaka. En þegar þeir voru komin út fyrir út fyrir Skarðsá, þá var Jóakim orðinn uppgefinn svo að Jónas tók hann á bakið. Jóakim sagði honum reyndar að hann skildi bara skilja sig eftir því að hann var í saddur lífdaga og orðinn gamall og væri ekkert gagn í sér lengur. En Jóakim tók það ekki í mál og tók hann á bakið og bar hann út eftir. Mér minnir þeir hafi tekið stóðhross og hann hnýtt upp í það og hann setti Jóakim á bak og teymdi hann út eftir út á Tungu og þar yfir ána og þar var hann í nokkra daga til að hvíla sig. En Jónas fór með féð áfram inn yfir til Eyjafjarðar. Og þaðan fór Jóakim í Reyki og dvaldi þar í vikutíma hjá Bjarna vini sínum og fór síðan heim. Mér dettur í hug að út frá þessari sögu sé sagan þegar að Reykjadauða var að draga hann niður í á. Önnur saga af dalnum er sú að það voru 2 menn að koma úr eftirleit og stoppuðu í Reykjaseli sem voru tvístæð fjárhús með hlöðutóft. Þar fóru þeir inn því að það var vestan rok og borðuðu nestið sitt.
þegar þeir sátu þar í matkindum sínum og voru að borða, þá kemur moldargusa yfir þá og þeir líta upp og sjá að reykjadauða í tóftardyrunum og reytir mold úr veggnum, kastar í þá. Og þeir hlupu út og í sprettinum út í Reyki. Þeir vildu ekki hafa samneyti við dauðu og fengu næturgistingu þar. Ég bar þessa sögu í tal við Guðrúnu sem var fædd og uppalin á Reykjum og hún sagði að hún hefði nú góða skýring á þessu. Því að þau heygjuðu oft þarna inn við Reykjasel og eitt skipti sem þau voru þar, þá var við heyskap, það var vestan rok og þau fóru inn í beitarhúsin til þess að borða nesti sitt. Þá sagði hún að það hafi ringt yfir þau mold. Það var þá vegna þess að vindurinn stóð að vestri og fór ofan í tóftina og fram úr tóftardyrunum og reytti með sér moldarköggla fram í fjárhúsið. Það virðist vera skýringin á því. Tveir bændur bjuggu hér í Grjótárgerði norðar í dalnum í tvíbýli. Þeir hétu báðir Ólafur og þeir voru mjög ósammála það sem kölluð eru hindurvitni. Annar taldi að reykjadauða væri til, en hinn taldi að svo væri ekki vera. Svo var það nótt stuttu seinna að þann sem taldi reykjadauða ekki vera til, hann dreymir að hann staddur í fjárhúsunum á Reykjum. Þar sér hann einhverja ámátlega veru vera hann í krónni með pínulitla ljóstýru og hann telur víst að þetta sé reykjadauða. Og hann segir við hana, þú ert nú ljóta skepnan að vera að hrella og hræða fólk. En hún var mjög aumleg, bar sig illa og sagði, ég get nú ekkert gert af því. Mér var þetta áskapað að ráa í myrkrinu og mér hefur ekki liðið vel. Og þetta bara vegna þess að fólk hrætt við að sjá mig, þess að sumir geta séð mig. En ég nú búinn að fá þessa ljóstýru og það bætti mikið úr fyrir mér. En ég fer nú að losna úr þessu myrkri. Eftir þetta trúði hann á tilvist reykjadauðu. En það var einu sinni að Hrólfur bóndi var í kaupstaðarferð á Sauðárkróki og þegar hann á leiðinni heim þá flækingshundur þar í fjörunni og hann slæst í hópinn með þeim og fylgir þeim inn eftir. Þessi hundur hafði verið á spánsku skipi og orðið eftir af skipinu. Þegar þeir létu úr höfn þá hefur hann verið týndur. Hann tók ástfóstri við Jórunni, dóttur Hrólfs bónda. Hrólfur var mikill léttleika maður og þekktur gánamaður fyrir eftirleitir og þol. Hann gerðist sem sagt Jórunni mjög fylgisbakkur og fór yfirleitt með henni það sem hún þurfti. Það var einu sinni í sláturtíð að Valgerður húsfreyja hafði fengið vinnukonu eða konu til að hjálpa sér við sláturgerðina og svo voru dætur hennar líka og móðir hennar við sláturgerðina. Og ein konan var kölluð Inga. Það var eitt sinn að Jórunn fór eftir kúnum eins og var hennar starf og hundurinn fylgdi henni fast eftir. Og þegar hún kemur heim að bænum með kýrnar og rekur hún þær inn í fjós og ætlar svo að flýta sér inn til að taka þátt í sláturgerðinni. Þennan dag ætlaði Þorsteinn Magnússon frá Gilhaga, ungur maður, að koma og hjálpa Hrólfi bónda að hlaða upp fjárhús niður á túni. Þegar Jórunn kom að dyrunum þá stoppar hundurinn og fer að urrar að dyrunum. Hún segir, því lætur svona, því að hún var mjög óvön þessu. Og hundurinn vill alls ekki inn, en bara urrar mjög grimmdarlega. Og hún segir, já þá verður þú bara úti. Og fer inn í göngin og þar var rökkur eins og var alltaf í þessum göngum. Og í göngunum var svokölluð skellihurð. Það sem að hún var útbúin sjálflokandi, það sem hékk band í hurðinni og svo í lykkju og svo niður og þar var þungur steinn. Þannig að hún lokaðist alltaf eftir að hún hafði verið opnuð. Og þetta var til að loka kuldann frá útidyrunum og inn í innri göngin. En þegar hún kemur að skellihurðinni, þá stendur kona þar fyrir. Og hún þekkti Ingu nú ekki vel, hún var nýkomin. Og taldi þetta væri hún og sagði, færðu Inga, ég ætla að flýta mér inn í eldhús. En konan starði bara fram fyrir sig og ansaði henni ekki. Svo hún ætlaði að stjaka við henni en greip þá í tómt. Og hún var hrædd og reif upp hurðina og hljóp inn í eldhús. Og þar voru mamma hennar og amma og Inga við sláturgerðina. Og þær sáu að hún var litvert og spurðu hvað hefði komið fyrir.
Hún sagði það og þær spurðu, þekktur ekki þessa konu? Nei, ég hef aldrei séð hana, sagði hann. Og getur ekkert lýst henni? Nei, það var svo rokkið. Nema bara það að hún var með svart prjónað sjal sem var eins og óeðlilega togað niður. Það var náttúrulega mikið rætt þessa vitrun. Svo gekk tíminn og sláturtíðinni lauk. Konurnar luku við sláturinn og þá fór Valgerður, móðir Jórunnar, út í Gilsbakka að létta sér upp og hitta gamla kunningja. Og hún var spurð almennra tíðinda en þau voru nú fá þarna framan úr dalnum nema þetta með þessa konu sem Jórunn sá. Og hún sagði frá því hvernig þetta hefði viljað til og hún var spurð að því hvort það hefði ekki verið nein einkenni sem var þekkjanleg og hún sagði að það virtist ekki vera nema bara þetta með sjalið. Svart prjónað sjal sem var eins og togað niður í endana. Þá fór bóndinn á Gilsbakka að hugsa. Þetta nú svolítið merkilegt, sagði hann. Sagður ekki að Þorsteinn Magnússon frá Gilhaga væri væntanlegur þarna til að hlaða upp fjárhúskofa með Hrólfi? Jú, hann var það þennan dag. Það nefnilega það. Ég var að hjálpa til við smalamennsku í Gilhaga þegar að Helga húsfreyja og ljósmóðir drukknaði. Hún hafði farið í yfirsetu og þurfti að fara yfir Svartá, fór ríðandi í söðli og þegar hún kom tilbaka hafði áin vaxið mikið en hún reið út í og áin var það mikil að hún svipti henni að baki aftur fyrir sig og hún lenti í ánni og barst niður með ánni og Þorsteinn sonur hennar sá þetta, hann var við fé upp í fjalli og ég var heima við bæ, eitthvað að sýsla og Þorsteinn kallaði og ég hljóp út eftir og við gátum vaðið út á eyri þar sem hún lá og dreigjaði henni í land og við lögðum hana til á bakkanum og hún var þá látin. En ég tók eftir því að hún var með svart prjónað sjal og það var einkennilega mikið togað í endana niður vegna þess að það var blautt.